dag komið að því að reyna að skýra hugtakið orsakaignun, en það það sem er notað þegar við erum að reyna að skýra atferli annarra. Hvaða orsakir eignum við fólki, orsakaignun. Við erum alltaf að reyna að skýra atferli annarra og við mótum álit okkar á öðru fólki og við reynum að skilja af hverju það hegðar sér eins og það gerir. Til þess að gera þetta þá notum við það sem kallað eignun eða attribution, og það þegar við erum að reyna að skýra atferli annarra og við erum að ráða í orsakirnar. Við reynum að finna skýringar og af hverju fólk að gera það sem það gerir. Og fólk virðist nota nokkrar reglur þegar það dregur þessar ályktanir, og það hefur verið stórt viðfangsefni innan félagssálfræðinnar að rannsaka og fjalla þessar eignunar aðferðir almennings, af hverju við gerum það sem við gerum. Fyrsta reglan er fylgnireglan. Við útskýrum atferli annarra með því að sjá tengsl milli atferlisins og annarra breytinga í umhverfinu. Við athugum sem sagt hvort orsök og afleiðing fylgjast að. Af því að þetta gerðist, þá eru afleiðingin þessi. Dæmi: Kristín fer alltaf í vondskap þegar móðir hennar kemur í heimsókn, og þá gerum við óformlega rannsókn inn í hausnum, og við höfum þrennt til að greina þetta. Það er greinileiki, samkvæmni, samálit. Það er fylgnireglan. Greinileiki, samkvæmni, samálit. Greinileikin: það er greinilegt að Kristín fer í vondskap þegar móðir hennar kemur í heimsókn. Það er alveg greinilegt. Við getum líka notað samkvæmni. Kristín hefur farið í vondskap áður þegar móðir hennar kemur í heimsókn. Við höfum tekið eftir því. Og síðan þetta samálit: aðrir hafa líka farið í vondskap þegar móðir hennar kemur í heimsókn. Við tökum eftir því að annað fólk fer líka í vondskap. Höfnunarreglan sem fylgist með fylgnireglunni, þetta eru þessar tvær reglur, fylgnireglan annars vegar og svo notum við höfnunarregluna. Það er hugsunarferli sem felst í því að hafna ástæðu tiltekinnar hegðunar ef hún fundin léttvæg og aðrar ástæður sem eru líklegri fundnar fyrir af hverju fólk að gera það sem hann gerir. Nemandi gengur illa á prófi og við fréttum að móður hans hafi fallið frá stuttu áður. Þá höfnum við því að nemandinn hafi verið latur. Skólastjóri tekur starfsmann á teppið og hundskammar hann. Við komumst að því að hann hafi nýlega gengið í gegnum skilnað og þar af leiðandi þá höfnum við því hann sé vondur maður. Dæmið Kristínu sem fer í vondskap þegar mamma hennar kemur í heimsókn. Ef við notum höfnunarregluna á það, og þá sjáum við það er allt í drasli heimi á Kristínu. Þess vegna fer hún í vondskap að henni finnst leiðilegt að mamma hennar sjá allt í drasli. Þannig við höfnum hinum, við höfnum fylgnireglunni. Síðan það hneigðir eða aðstæður. Er þetta eitthvað sem við höfum í okkur eða er þetta ytri aðstæður sem valda því að við gerum það sem við gerum? Þess að innri eignun, það er orsök fyrir atferli manna má rekja til eitthvað í fari eða eiginleika. Jón er latur, þess vegna lærir hann ekki heima. Latur er einn af eiginleikunum sem við eignum Jóni. Ytri eignun, það er þá aðstæðubundið eða eitthvað sem er utan persónunar. Orsök fyrir atferli manna má rekja til ytri aðstæðna eða umhverfis. Dæmi: Jón lærið ekki vegna þess að móðir hans lést. Það er ekki að því hann er latur, heldur var það á því móðir hans lést. Það eru ytri aðstæður. Þá kemur á stóru eignunarvillunni. Málið er aldrei svo einfalt að við getum bara sett, já, við erum þarna með fylgnireglu og höfnunarreglu, fínt mál og málið dött. Nei, nú kemur á stóru eignunarvillunni. Hún heitir á enskunni Fundamental Attribution Error. Og það er að fólk á til að vanmeta aðstæður þegar reynir að skýra atferli annara en ofmeta hneigðirnar. Sigga féll á prófuna því hún er svo heimsk. Maggi byrjaði að dópa því hann er svo mikill fíkill í sér. Þannig að þá tökum við ekki aðstæðurnar hér inni, við tökum ekki hvað annað hafi verið að gerast hjá Siggu. Akkur fjallum, er einhverja ytri aðstæður og eins með Magga er einhverja ytri aðstæður sem verða til þess að hann leiðist út í dópið. Hér er ein rannsókn stóru eignunarvilluna sem fjallað í lesefninu. Það er Johnson Harris. Þá voru þátttakendur fengnir til að hlusta á ræður einstaklinga sem var skipað að vera með á móti ákveðnu málefni. Og ræðumaðurinn réði ekki hvernig hann átti að fjalla efnið. Þeir fengu bara tilbúð, þú ert að vera með eða þú ert að vera á móti. Fólk fekk að vita þetta, það vissi það að ræðumenn fengu ekki að ráða. Samt sem áður, þá ályktar fólk að þetta hafi verið við þá ræðumanna, þetta hafi verið því sem þeir trúðu. Þráttur að fólk hafi fengið að vita fyrirfram að þeir réði ekki hvað eða hvernig þeir töluðu hlutina. Ástæðurnar fyrir þessar grundvallar eignunarvillum að sem áhorfandur þá einbleinum við meira á hegðun og eiginleika viðkomandi heldur en umhverfisaðstæður.
Eftir sem lengri tími líður frá atferlinu því líklega að fólk álíkt út frá hneigðum fólksins og gleymi aðstæðunum. Við gleymum höfnunarreglunni. Og svo kemur að því sem heitir sjálfseignun og ónæg réttlæting. Þetta svo skemmtileg orð. Stundum eignum við hegðun okkar innri þáttum vegna ónægrar réttlætingar og við lendum sjálf í stóru eignunarvillinni. Dæmi, akkur nagaði ég neglurnar í dag? Ég finn enga réttlætingu fyrir þessa hegðun og kemst að þeirri niðurstöðu. Ég sé bara svona stressu típa sem innri eignun. En í rauninni var það margt smátt í aðstæðunum sem hafði áhrif á hegðuninu og leiddi til þess að ég fór að naga neglurnar. Ónæg réttlæting er þegar fólk gerir eitthvað án þess að það sé næg réttlæting fyrir því. Rannsókn Festinger sem var 1959 að þá voru 3 hópar þátttakenda fengnir til að framkvæma mjög leiðilegt verkefni. Þeir áttu bara að raða upp einhverjum keflum og snúa við spjöldum. Hópur 1 fékk 40 krónur fyrir að segja öðrum nemendum að verkefni væri skemmtilegt og áhugavert. Hópur 2 fékk 800 krónur fyrir það sama. Samanburðarhópurinn fékk ekkert borgað og þurfti ekkert að gera. Hópur 1 sem fékk 40 krónurnar lenti í stóru eignunarvillunni og notaði hneigðaskýringuna. Þetta lítur að skemmtilegt og ekki fyrir að gera þetta fyrir 40 krónur. Þannig að mér hlýtur bara að hafa þótt þetta skemmtilegt. Hópur 2 notaði aðstæðeignun til að útskýra hegðun sína. Ég gerði þetta af því ég fekk 800 krónur borgað fyrir þetta, annars hefði ég aldrei gert þetta. Þetta er hundleiðilegt. Samanburðarhópurinn sagði það sama. Þetta er hundleiðilegt verkefni. Áhrif ofréttlætingar. Það er þegar menn telja aðstæður stýra hegðun sinni, enda þótt að rökvísari ályktum væri að hneigðir gerðu það. Og við erum að tala hérna rannsókn sem að gerð 73 á börnum sem fengu að teikna með sérstökum pennum og þau höfðu mjög gaman að því. Síðan fenguðu verðlaun fyrir að teikna með pennunum og þá dró úr hegðuninni. Og þá er ályktunin sú að börnin hafi ályktað að þau hafi teiknað vegna verðlaunana, ekki af því þau höfðu gaman að því. Og þá hættu þau. Þáttakandi eða áhorfandi. Fólk á til að lenda í stóru eignunarvillunni þegar það metur hegðun annara. Þáttakandur, gerendur, hafa tilhneigingu til að leggja meiri áherslu á umhverfisþættina. Og hér erum við með rannsókn Ísbett, þar sem karlkyns þáttakendur voru fengnir til að skrifa á blað helstu ástæður fyrir námsbrautarvali sínu og vinkvenna sinna. Og það komu mun oftar ytri ástæður fyrir þeirra vali, heldur en fyrir vali vinkvennana. Sem sagt, hún valdi þetta því að það er eitthvað í sambandi við, hún er mjög dugleg í körfubolta og hún er svona hinsegin eða eitthvað. Meðan að ég vel þetta af því að út af einhverjum ytri þáttum. Ástæðan fyrir þessu er að þegar ég er að meta sjálfa mig, þá sé ég bæði ytri ástæðunar og ég veit hvernig ég er. Þannig ég get metið eftir báðum þáttunum. Ef ég er hins vegar að meta aðra, þá hef ég yfirleitt bara ytri ástæðunar. Ég hef ekki hneigðirnar þeirra. Ég hef fullu trú að við eftir að eiga í skemmtilegum umræðum þetta efni.